Hingað kominn Guðberg Guðmundsson, sæll vertu og velkomin í þáttinn. Þú ert búinn að skrifa eins sjálfsævisögu þína. Undirtitillinn Sjálfsævisaga síbrotamanns og aðaltitillinn Þjófur, fíkill, falsari. Og þetta nú óvenjuleg bók vegna þess að hún skrifuð frá sjónarhóli afbrotamanns sem þú varst. Þú hefur setið í fangelsi hvað stóran hluta af ævi þinni? Það 20 ár. 20 ár sem þú setið í fangelsi? Já. Og hvað ertu gamall núna? 66. 66, það dálítið drjúgur partur. Það allt of langt. Það allt of langt. En svo finnur þú hjá þér hvað til að segja sögu þína núna þegar þú ert edrú og kannski laus úr þessu. Já, það ábyggilega 25-30 ár síðan að fangavörður og aðrir sögðu við mig að ég geti komið þessu frá mér. Ég fer léttnaða. Og þeir hvöttu mig til þess að gera þetta. Svo dróst þetta langinn, það var óreglan og... Hver þín saga? Þú ert áttir svona frekar umbrotasama æsku, eins og maður sér í bókinni. Það var yndislega fyrir ekki í æskan mín hér í Reykjavík. Það var alveg gull, það var Gessemi. Laugardagurinn og allt þetta var alveg undra heimur. En þú flyttur svo í garðinn og þá svona sýrtir í álinn. Þar var alveg hryllingur. Ég var hann skemmtur löngu fyrir, áður en ég náði að vera fullorðinn, af einelti og það vissu þetta ekkert, fólk vissi ekkert hvað var einelti og það var alveg lokað fyrir þessu. Gjörsamlega, það trúði engu svona. Nei. Og það sem betur fer að því þannig garðbúar nú flestir mjög gott fólk og ég mikill garðmaður í mér. Já. Studdi mikið víðislið og var í því og þegar ég lagði meira fé í það eftir ég komst til manna og fór að vinna og þjána vel. En þú sem sagt áttir erfiða æsku þar og þú ber nú ekki öllum vel söguna sem að... Það var alveg hryllilega bara. Já. Þeir drápu mig vil ég minna, eitt skiptið. Já. Ég kapnaði bara, ég lokaði hlöður út fyrir honum og ég misti allt loft og svo vaknaði bara fyrir utan og þá segir inn alltaf sé vakandi eitthvað þvílíkt og átti helvítið bara liggja. En hvað ertu ungur þegar þú byrjar í svona raunverulegum afbrotum? Þá ég er 16 ára. Þá meina ég að það fyrst skipt sem brýst inn með öðrum og... Já. Og var þetta alltaf tengt vímuefnaneyslu? Alltaf fyllirí og tómri, ég var eiginlega allur annar maður þegar ég var, ég var orðinskemmdur og síleitandi og alltaf með hugan einhverjum draumaheimi, skilurðu, sem ekki raunveruleikinn í rauninni. En þetta maður sér í bókinni að þú hefur verið þrælaglegur og sem ungur maður og þú... Ef þú sér móðu mína, þá skal ég ekki undra því að ég nú í rauninni, núna fær mamma sem betur fyrir þessi elskulega kona. Ég hef alltaf tekið mástæðinar, nú fær hún upp fyrir snæru. Já. Og ef ég ætti að vera að tileika einhverjum þessu bók, þannig að fyrst og fremst þetta fólk sem hefur við þessi vandamál að stríða, en móðu mín, hún á hana svo sannarlega skilið. En hún átti þig með Hermanni? Já. Ég kynntist honum og hann var alveg afbragðsmaður, indæli strengur. Hann var military police og mikið fallegur maður líka. Já. En þetta byrjar náttúrulega í einhverju töffaraskap. Hvað heldur? Stelpur, brennivín og allt svoleiðis, Og þú virðist hafa átt helling séns í stelpunnar. Það litið á mig maður. Ég var hann hundtreittur á svo vitlaus ég flýði oft. Já. Þetta var alveg rafmagnað helvít. Já. Jú, þetta var eitt snöð, Nei. En þú leiðist svo mikið út í, úr áfenginu yfir í pillur og bara fíkni. Ég vann við hjá Parmakó og þar var ég keyri í apótekinu, þar kynntist ég öllu. En þú varst dópisti sem sagt? Já, ég var algjör, ég var löng og það vissi enginn af þessu. Ég bar svo vel vín og eins og ég segi, ég fór þetta allt á brosinu. Það var einu sem ég hafði mér til varnar. En mér sýnist á því að lesa bókina, þú er ekki verið í ofbeldi? Nei, en það var úti mjög stutt í það að ég var orðinn brjálaður þegar ég svo lestað með Bandaríkin og svo öllu þessu sem ég er búin að taka þátt í að það vantaði ekki mikið upp á lasmaður. Nei, en þú er ekki gerst sekur alvarlega ofbeldisglæpi? Nei, aldrei. Nei, en þú ert alltaf, fyrir hvað er alltaf verið að setja þinn? Fyrirgefðu, hvað kallar ofbeldi í svo hann að ránið í Las Vegas? Það er náttúrulega ofbeldi, eða á leiðin til Las Vegas. Já. Það er svakaleg, Já. En þetta var, maður var langt litur, maður var alltaf á kókaíni
og fyrst var maður alveg niður á jörðinni. Svo, sko, maður maður alveg hreint, en síðan fer öll skýr hugsun helvítis til. Já. En svo sitt ég inni fyrir, eins og að spyrjum, sko, tekka, ég var alltaf skaffari allt lífið og skipti ávísun og alltaf og keypti gull og svona og svo stakk ég af á landi. Ég var alltaf eitthvað að gera í staði fyrir að vera bara á hlemnum. Já. Já, þú varst ekki með rónunum svo mikið. Nei, sko, ég leit ekki niður á þessa menn, alveg af og frá. Þeir bara, sko, mér fannst, ég var alltaf að keppast við eitthvað sem að það er sannlega verið ljósið sem ég loksins höndlaði, sko. Já, en mér finnst þetta gaman að þú lýsir þarna mörgum skrautlegum karakterum svona undirheimum og ég held að þetta er ekki menn sem að fá eftirmæli sig almennt í bókum, en þú veist, það eru menn sem hafa alveg ofboðslega mikil viðurnefni margir. Já, þetta er Slóli og Tommi Eilíðafangi, Diddi Deri og Ómar Bradley, Pétur Kirkjumús. Þetta er, þú veist... Kirkjumúsin var til að því að hann braust inn í kirkjur og þá fekk hann viðnefni. Deríó er nú bara Deríó, eins og vist vinnur. Og svona, þetta voru menn Halli hérna með tengdamömmu sem satt á hálfurðarskynni hérna eftir að tekið gólanhæðri vel í gegn. Já. Og allt þetta, og þetta voru náttúrulega menn, sko, þetta var náttúrulega sumir af þessum mönnum voru, sko, ekkert síður klikkaðar en ég, svo Bragi Spanamyrki og allir þessir sem þarna voru. Þetta, við vorum, og náttúrulega Slóin er fakinn, hann er alvestur. Það mesti viðbjóður sem nokkuð hérna er bara skriðið, hann var, sko, hann bara leiðilegt, það er leiðilegt að þurfa að segja, en hann var, sko, svo var hann drullu huglaus. Já, og þú ert að lýsa þessum undirheima típumörkum þarna. Já, þeir... En hverjir eru svona minnistæðistir af þessum... Hverjum minnur? Bóum sem þú kynnist? Það er náttúrulega minnistæðistir af því að þeir voru bestu drengir. Meinar þá hérna heima? Hérna heima, já. Blessaði, þetta voru að Bogi heitinn og þetta var Öðlingur. Þetta var góð drengur, hann var klár í höfðinu. Hann hafði talent, sá strákur að þau geta náð langt. Goggi Dreik líka, hann hefði geta náð langt. Hann spilaði mikið á gítar og bjóð til einu sinni lag sem hann fekk að gera inn á Klefa 2. En það voru sem þetta ágætis náungar hann inn á milli? Blessað, þetta er sjálft illmenni. Þetta er stráka greið, allir þessir auðmikið strengi hvernig við farið með þá sem voru Eiríkur minn á Breiðuvík löngu áður þessi drengir komið ánga nema Goggi. Þessi menn, það var farið svo illa með þessa drengi og svona var litlarönn, þetta voru bara fornaldar aðferðis. En hverju voru vondumennir? Voru vondir menn hann inn á milli? Já, meinar þá afbrotamenn? Já. Já, það voru svona illa hugsandi og bara fættir, já, ég meina frá einu illa, bara hreinlega. Já. Það var eins og Slóin og hann var bara sjúklingur, þetta er veiki meira. Já. Hann var bara sjúkur. Þessi blessaði drengir, hann var bara búið að skemma á svo mikið. Já. Og það eru nú þarna menn í lögreglunni og dómskerfinu sem þú berði ekki vel söguna í bókinni. Og þetta voru bara óþyrar. Bara hreinræktaðir óþyrar. Það er ekkert gott þar í sál. Nei. Og komið þeir bara. Já. Ég hef ekkert að fela, en þeir hafa sko að fela. Já. Og það sem ég segi er bara alveg hreint út að þessar dauðu sálir sem voru vondar, þær eru ennir á Fríkirkjuvegi 11 og verði Björgólfsbræðum að góðu innan draugana. Þar var Já, Fríkirkjuvegi 11, þar var þetta. Sakadómurinn. Já, nei, lögreglustöðin, sakadómur, já, líka. Já. Það var dæmdur líka þar sko. Já. Það var Þórður Björnsson til dæmis. Já. En seinna var svo saksóknari. Já, þú átt ekki mörg góður handa honum. Og þannig að þú ert á þessum bara rúndi út og inn í mörg ár. Alveg sko, ég stoppaði ekki, ég var svo virkur að það halva var í nóg. Já. En það var alltaf vinnufriði fyrir mér. En hvað var lengsti tími samfellt sem þú sast inni? Ég var 36 mánuði. Já. Það var í Þýskalandi. Það var sko þvílíkur viðbjór, þessi betur fyrir það skeður ekki hér og ekki heldur svo í Bandaríkjunum, Santa Rita. Það var alveg voðalegt. Þeir migu bara, þegar það var countdown, þá migu bara yfirmann ef maður stóð ekki upp. Ég slapp nú alveg frá því, ég var alltaf vakandi. Svo horfði maður upp á menn hengja sig, það labbaði frá hjá. Og svo þurfti maður að gera alls konar athafnir sem er náttúrulega kannski ekki hollt fyrir þjóðina að heyra hér. Við getum lesið það í bókinni. Það var ógeðslegt allan það niðurlægingar og viðbjóður og mesta niðurlægingin sem ég orðið fyrir er þetta einelti og svo náttúrulega kynferðislegt ofbeldi.
við bara kalla það í dag. Já. Það fór áhugulega í mig. En hvaða augum lítur þetta núna? Ertu... Ég er bara frjáls, Já. elsku vinur, ég er bara frjáls. Og svo fegin að þessu lokið og einhvern veginn grun, sko ég sá alltaf þetta fallega ljós. Það er ekki veðilegt að hafa eitt svona löngum tíma í veistu það, Flokkaðurinni. ég gerði það ekkert annað í dag Já. ef ég ætti að vera því.